og reynda núna bara rétt fyrir helgi varstu í viðtali hjá MBL þar sem að þú ert á endanum spurður hvernig þú sjálfur greiddir atkvæði í þessum kosningum og þar segir að þú bara hreinlega munir það ekki. Svona fullri virðingu, þú veist, heldur að fólk telji það trúverðugt í raun og veru að þú munir ekki þetta veigamikla atriði. Ég veit það ekki, en ég bara svara alltaf sannleikanum samkvæmt, sko. Ég kann ekki annað. Og það virkilega svo, Baldur, að þú munir bara ekki hvernig þú greiddir atkvæði? Sko, förum aðeins yfir þetta og svo skal ég svara með skýrum hætti. Sko, þegar þetta mál kemur upp og stjórnvöld fara að vinna að því, þá var ég rauninni strax frá upphafi rauninni ósáttur við þessa samninga viðræður og hvernig að þeim var staðið. Til dæmis að ekki í fyrstu lotu væru þegar í stað fengnir alþjóðlega sérfræðingar til skrafs og ráðagerða sem þekktu svona alþjóðlega samninga gerð við erlenda kröfuhafa. Þetta mjög flókið og umfangsmikið mál. Það var bara Svavar Gestsson og... Já, það var ekki fyrir í seinni stigum að við fórum að seinni samningin sem við sóttum alþjóðlega sérfræðinga að borðinu og svo kemur þessi fyrri samningur sem ekki nokkur eiginlega maður var sáttu við, ekki einu sinni stjórnvöld sjálf, þó þau gengumst við honum og ákváðu að skrifa undir hann. Og ég man það bara svo vel að mér fannst á þessum tíma að sko einstakir ráðherrar í ríkisstjórninni hvorki standa með samningunum hér heima né erlendis. Og ég upplifði það og kollega mínir uppi við Háskóla Íslands að við, sérstaklega í viðskipta- og hagfræðideildinni, en líka við í stjórnmálafræðideildinni, við áttum sko að vera í fjölmiðlum, ætlast til þess að skýra út kosti og galla samningsins og fara yfir kosti hans sem og galla sem við eru beðnir og þá gerir maður það skynsamlega út frá fræðunum. Svo var það nú líka þannig að ég var sko varaþingmaður Samfylkingarinnar á þessum tíma. Já. Fór nú bara nokkra daga á þing, sko, ég held að ég telja á þingunum 2 handa hvað ég satt marga daga á þingi, en var bara svona varamann að bekknum og ég upplifiði þrýsting á því að styðja við samningana, við samningana út af því, en á sama tíma og mér fannst sko einstakar ráðherrar flokksins ekki vera að gera það, því þeir ætluðu ekki að skaðast á því að fara í þessu umræðu fyrsta samningi sem í rauninni engum fannst góðum og ég held ekki einu þeim sjálfum. Síðan kemur að samningi númer sko 2 sem var skárri, hann var mun skárri heldur en samningur númer 1. Hann var hins vegar alls ekki sko góður. Það var kannski hægt að samþykkja hann sko með óbragð í munninum en ekki meira. Ég fór þá til dæmis yfir bæði varðandi fyrri samningin og þennan seinni hvaða áhætta fólst í því að samþykkjan ekki að hafna honum í þjóðaratkvæðagreiðslu og við getum bara farið yfir þetta þrennt bara stuttlega. Ég óttaðist það að það myndi draga úr erlendu fjárfestingum á Íslandi ef við stæðum ekki við alþjóðlega skuldbindingar. Ég nefndi það að trúverðugleiki Íslands myndi skaðast þegar stjórnvöld væri búin að gera alþjóðasamning sem væri síðan ekki virtur og númer 3, þegar þessi erlendu kröfuhafar og hvað sem okkur fannst samningin voru búin að gera samning við ríkisstjórn við Ísland, þá heldur það verið búin að loka málinu en þá steig forsetinn inn í, vísu réttilega, en hann steig inn í og það kom öllum okkar erlendu samningsaðilum mjög óvart. Þeir hefðu ekki áttuð þessi á málskotsréttinum sem var þarna virkur. Þannig að þetta skapaði allt sko verulega miklu óvissu og vekti stöðu Íslands tímabundið í alþjóðamál. Og það var raun og veru bara það sem þú sagðir. Bara fór algjörlega yfir þetta og ég bara man það svo vel í þessum seinna samningi. Ég hugsaði, samningurinn er skárri en það langaði engum að samþykkja þetta og ég var bara allan tíman í efins það hvort ég ætti að segja já, sko út af þessum áhættunum sem fólst í því að samþykkja hann ekki eða skila auðu. Og ég velti því mikið fyrir mér allt fram á bara síðasta dag og ég bara einfaldlega, í sannleika sagt, ég bara man ekki hvað ég gerði. Og ef ég hefði sagt eitthvað annað í viðtalinu við Spursmál á Morgunblaðinu fyrir helgi, þá hefði ég sagt ósatt.